Heil og sæl öll sömul og velkomin í þennan heilsumóla. Það aldeilis langt síðan síðast, eða það að segja langt síðan ég tók upp heilsumóla. En það bara kemur stundum til mín að ég þarf að koma einhverju frá mér. Og ég var ekki alveg viss hvort ég ætti að setja þetta bara í story á Instagram eða búið til heilsumóla. En ég ákvað að skella sér bara í heilsumóla af því að story lifir náttúrulega bara í eitt sólarhring og þá kannski nærði ekki til alveg jafn margra. En ég fór nefnilega velti fyrir mér daginn af því að það svolítið gaman að sjá og ég alltaf að fá nýja og nýja hlustendur og ég sé það því að fólk ennþá að hlusta á gömlu þættina. Og fyrsti þátturinn heitir Hver Heilsu Erla og hvað frumnæring? Og ég tók þennan þátt náttúrulega upp fyrir meira en 2,5 ári síðan. Og eins og þið vitið, þá breytumst við öll og þroskumst og vöxum og ég einfaldlega bara ekki sama manneskjan og ég var þegar ég tók upp þennan þátt. Jú, ég alveg sama manneskjan en mér finnst ég hafa lært svo mikið og vaxið svo mikið síðan. Ég nú ekki búin að hlusta á nýlega þannig ég man ekki hvað ég sagði. En ef ég svara spurningun í dag, hver Erla, hver Heilsu Erla, þá það ennþá það að ég manneskja sem brenn fyrir það að hafa jákvæð áhrif á fólkið í kringum mig. Og orðið jáhrifavaldur varð til einhvern tímann þegar ég var að búa til fyrirlestur. Og ég man bara dæti mínar algjörlega rangföldu augunum. Þá voru þær á svona skemmtilegum úlingsaldri og ég lét það nú ekki stoppa mig. Og svo var þetta orð bara svona ótrúlega skemmtilegt og ég hef tekið eftir fleirum verið að nota þetta orð. Þannig ég ótrúlega stolt af því að fleiri upplifi hvað það mikilvægt að hafa jáhrif. Að hafa jákvæð áhrif á samferðafólk okkar og fólki í kringum okkar og fyrst og fremst á okkur sjálf. Af því að eins og nafn hlaðvarpsins bendir til með lífið í lúkunum þá það við sjálf sem berum ábyrgð á okkur. Það við sem berum ábyrgð á heilsunni okkar. Jú, við getum alveg verið óheppin og við getum alveg fæðst inn í aðstæður sem ekki hvað segir maður, bara eins og bestir á kosið. En við höfum einhvern veginn alltaf vald, sérstaklega eftir að vera fullorðin, til þess að ákveða hvað við gerum við þessi spil sem við erum með á hendi. Og það nefnilega ótrúlega margt sem við getum gert. Og við erum bara svo oft föst á einhverju hamstrahjóli og við sjáum ekki tækifærin. Við sjáum ekki bara hvað við raun og við getum gert og hvað við getum orðið. Og stundum það bara þannig að okkur bara eins og ég hef sagt einhverjum heilsumóla áður, okkur svolítið svona bara ýtt út af sporinu. Og ég tek þetta oft sem dæmi, bara við erum á einhverjum lestarteinum og við sjáum bara frá A til B, en þegar okkur hrint út af sporinu þá allt í einu sjáum við, það önnur leið. Gæti ég alveg farið þangað, geti ég gert þetta svona. Og því miður það oft bara í formi veikinda eða sjúkdóma eða áfalla að það þau svona sem einhvern veginn ýta við okkur. Og það sem mig langar svo að gera með þessu hlaðvarpi það að allir þurfi ekki að finna upp hjólið. Heldur getum við verið búin að tileinka okkur alls konar góða heilsuhegðun. Við getum verið búin að leggja inn í heilsubankan okkar þannig við eigum innistæðu. Við getum einhvern veginn verið búin að tileinka okkur tól og tæki sem við eigum í okkar verkfærakistu. Þannig að þegar eitthvað gerist þá höfum við einhvern veginn betra vald til þess að takast á við þessar aðstæður. Og oft það þá þessi andlegi þáttur sem verður svo erfiður. Sérstaklega ef að líkamlegi þátturinn gefur sig sem oft það sem gerist að þá fylgir bara andleg lægð.
og án þess að fara eitthvað djúpt í sálfræðina eða geðlæknisfræðina eða þannig, þá getum við nefnilega gert ótrúlega margt sjálf, en ekki má gleyma því að það er líka mikilvægt að biðja aðstoð þegar þarf og fá aðstoð hvernig formi sem hún í. Það getur verið í alls konar formi, það getur verið samtöl, það getur verið lyf, það getur verið, bara alls konar. Nú ég bara að hugsa og þessi heilsumáli gjörsamlega óundirbúin. Ég var bara að mæta hérna í vinnuna og hafði hálftíma og var með upptökubúnaðina því ég að fara að taka viðtal við alveg frábæra konu hérna morgun og að undirbúa mig fyrir það. En hún man ekki einu sinni hvert ég var komin. Ég vona bara að þið sem eruð að hlusta á þetta hlaðvarp séu átt ykkur á því hvað þið eruð í raun og veru mögnuð og hvað þið getið gert margt. Og ég fæ ótrúlegan innblástur sjálf af því að taka þessi viðtöl. Bara til dæmis nýjustu 2 viðtölin, að taka viðtal við 98 ára gamla konu og sem bara ennþá 100% skýr í kollinum. Mér fannst ég ég fekk bara svona einhvern innblástur. Vá, ég er ekki einu svona hálfnuð með líf mitt ef að ég verði jafngömul þessari konu. Hvernig ætla ég að komast þangað með góða heilsu? Jú, ég þarf heldur betur að vera meðvituð á hverjum einasta degi mína hegðun, mína heilsuhegðun. Hvað ég geri, hvernig ég næri mig andlega, hvernig ég næri mig líkamlega, sinna félagslegu þörfunum, að vera hluti af heild, að tilheyra hópi. Það þessi litlu félagslegu töfrar sem hann Viðar Halldórsson hefur talað sem ég tók að viðtal við, sem ég held að fólk átti sig ekki á hvað hefur gífurlega mikil áhrif og það að hafa tilgang. Að því hún sagði til dæmis að hún á hund og hún hefur tilgang af því að hún þarf að vakna með hundinum á morgnana og fara út og fyrir út að ganga 4 sinnum á dag með hundin sinn, 98 ára. Þetta svo ótrúleg, ef ég sletti, svona inspiration eða svona bara ótrúleg hvatning og innblástur til þess að bara vanda sig í lífinu. Og svo var ég líka að taka viðtal við hana Íris Líf, bókara, í síðasta þætti og þegar ég kom út úr því viðtali þá var ég einmitt svona bara full einhvern veginn sjálfstrausts og hún var að tala hvað verið mikilvægt að hafa sjálfstraust og elska sjálfan sig. Að því ef við elskum okkar ekki, hvernig ætlum við að elska aðra eða hvernig getum við þá jafnvel bara aðrir elska okkur. Þannig að þetta allt í okkar höndum. Við erum með lífið í lúkunum og þið heyrið hvað þetta skiptir mig gríðarlega miklu máli. Og án þess að vera að lýsa því hver ég hver Erla eða hver heilsu Erla þá vona ég bara að þið hafi heyrt það í gegnum þættina og ég ætla nú bara ganni að fara að hlusta á gamla þætti, bara svona stikkprufur til þess að heyra bæði til að rifja upp hvað allir þessi frábæru einstaklingar sem ég tók viðtal við voru að segja og kenna mér og kenna okkur. En líka það örugglega svolítið gaman að sjá sjálfan sig, hvernig maður var fyrir einhverjum árum og sjá hvernig maður hefur vaxið. Og Virkja markþjálfarskóli var nú eitt af þeim tólum sem hjálpuðu mér að sjá einhvern veginn heiminn á nýjan hátt. Það setti á mig einhvern svona ný glerugu, kannski orðaði þannig. En ég hef alltaf verið svolítið svona jákvæð og sér glasið hálf fullt og það örugglega bara eitthvað sem ég fekk í vöggugjöf eða uppeldi eða bland af þessu. En það sem ég lærði þar var svolítið það að hvað meðvitund skiptir máli, að vera með vitundinni okkar. Að ég til staðar hér og nú, ég bara í núinu, það ekkert annað, það ekki fortíð, það ekki framtíð akkurat núna bara það eina sem skiptir máli. Og ef ég ekki með vitundinu minni, ef ég ekki meðvituð hvað ég að gera, hvað ég að velja, þá bara eitthvað annað sem velur fyrir mig, skiljið. Þá bara gerast hlutirnir, þá það ekki ég sem við stjórn, þá ég bara í farþegarsætinu, þá ég ekki við stýrið. Og hversu mörg okkar örugglega í farþegarsætinu, án þess að átta okkur á því. Þannig að kannski bara að ég endi þetta á því að spyrja bara, hvernig ætlar þú
að komast í stjórnsætið, að vera undir stýri í þínu lífi? Hvað þarf þú að gera? Er það kannski bara að hægja á þér, af því að streitan að drepa okkur, sko. Og ég finn það að þegar það fyrir að vera of mikið að gera hjá mér, þá fer ég að sofa verð. Þá ég að vakna á nóttinni, það er svo mikið í gangi í höfðinu. Það er ekkit endilega neikvætt, af því að oft þetta bara einhverja frábæra hugmyndir. En ég þarf núna að finna mér leiðir til þess að vera búin að koma þessum hugmyndum út úr kollinum áður en ég fyrir að sofa. Koma þeim niður á blað, koma þeim í svona hljóðskilaboð, voice memo. Fækka jafnvel boltum, og það er það sem var markmið mitt á þessu ári, var að einfalda líf mitt. Það gengur ágætlega, það gengur misvel. Ég er með marga bolta á lofti og ég veit það, og ég er meðvituð. Og ég get það af því að ég er meðvituð hvern einasta bolta. Og ég er með gúmmíbolta og ég er með glerbolta. Og sumir glerboltarnir eru þeir sem að ég bara verð að halda á lofti. Það er fjölskyldan mín, það er vinnan mín, heilsan mín. Svo eru litli gúmmíboltar sem ég get alveg lagt frá mér af og til þegar það er orðið of mikið að gera. Þannig að við þurfum bara að átta okkur á hvað í lífinu er það sem er okkar glerboltar og hvað er það sem er okkar gúmmíboltar. Getið þið lagt eitthvað frá okkur, tekið það aftur upp þegar þið eru tilbúin? Er það hægt? Stundum sjáum við það ekki, við erum bara á þessum lestateginum frá A til B, við bara sjáum ekki aðra möguleika. En hugsið ykkur hvað er valdeblandi að geta breytt sjálfur án þess að vera hreint út af sporinu. Þannig að, já, ég vona að þetta hafi sagt ykkur eitthvað. Það endaði nú kannski ekki alveg að ég vissi ekki hvað ég ætla að fara að segja, þá endaði þetta nú kannski ekki alveg á því að svara spurningunni, hver er heilsuerla? En ég vona bara að þið hafið jafn gaman að því og ég að læra af öllu þessu flotta fólki sem að ég hef fengið í viðtöl. Og mér langar svo að hvetja þig sem er að hlusta til þess að deila hlaðvarpinu mínu, segja öðrum frá því, deiliði þættinum, uppáhaldsþættinum ykkar eða einhverjum þætti sem að þið sjáu, heyrðu, þessi einstaklingur, hann geti gagnast að til að hlusta á þetta. Af því að, eins og ég sagði upphafi, ég einfaldlega brenn fyrir það að hafa jákvæð áhrif á fólki í kringum mig. Það gefur mér mikið og það gefur að gefa. Það er bara svolítið þannig. Ég er í eðli mínu svona kennari, fræðari, þjálfari, og það er, þegar maður gefur, þá stundum gleymir maður sjálfum sér og ég er búin að vera að læra núna að þiggja orkuna tilbaka, þannig að mér þykir rosalega vænt að fá skilaboð sem ég fæ einstaka sinnum. Það sem einhver að segja mér að einhver þáttur hafði jákvæð áhrif á líf þess eða hvað sem er. Eða bara eins og daginn, því ég var út að ganga við Vífilsstaðavatni. Það er svo fallegt, dóttir mín hélt viðbjörn með samnefndum sínum í FG, bleiktu Vífilsstaðavatn og voru að safna fyrir styrktarsjóði Bryndísar Klöru. Þá fór ég að ganga og bara stoppaði einn kona, sneri sér við og þakkaði fyrir þættinu mína og þakkaði fyrir mig og ég bara klökna að tala það. En ég ætla ekki að hafa þetta lengra í dag. Bara takk fyrir ykkur og haldið áfram að hlusta, haldið áfram að vera jáhrifavaldar í eigin lífi og jafnvel annarra. Af því að með því að hugsa vel ykkur, þá eru þið góðar fyrirmyndir og hafi jákvæð áhrif á aðra án þess að vita þið. Takk í dag.